Góðan dag og velkomin á Þjóðminjasafn Íslands. Ég heiti Karolína og starfa við sýningargæslu hérna á safninu. Við erum stödd á grunnsýningu safnsins sem heitir Þjóð verður til og í dag langar mig til að segja ykkur stuttlega frá fyrsta tímabili sýningarinnar sem spannar 2 aldir, eða frá 800 til 1000. Talið að Ísland hafi ekki byggst fyrir í kringum árið 870 og það var því óbyggt lengur en flest önnur lönd heimsins. Það var ekki fyrir á 9. öld að Norðurlandabúar gátu byggt svo fullkomin skip að þeir gátu siglt alla leið til Íslands frá Noregi og frá norrænum byggðum á Bretlandseyjum. Landnemarnir voru því bæði af norrænum og keltneskum uppruna. Skipin sem þeir sigldu á voru kölluð knerrir og voru sérstaklega hönnuð til úthafssiglinga. Hér í gólfinu sjáum við útlínur sem sýna meðalstærð þessara skipa. Þegar landnemarnir sigldu til Íslands þurftu þeir að hafa með sér ýmis verkfæri til þess að geta lifað af því sem landið gaf þeim, til dæmis eldhúsáhöld eins og þið sjáið hérna í skápnum. Þeir þurftu líka að hafa með sér veiðarfæri og árabáta til þess að geta veitt fisk í sjó, vötnum og ám. Þeir þurftu að hafa með sér dýr eins og hesta, kindur, svín, geitur og kýr og þeir þurftu líka að hafa með sér korn til að sá í agrana vorið eftir komuna til landsins. Landnemarnir komu ekki bara með verkfæri og verkþekkingu með sér til landsins, heldur líka menningu sína og Þórslíkneskið gott dæmi það. Þó að við köllum þetta Þórslíkneskið ekki vitað með vissu hvort þetta sé þrumuguðinn Þór úr norrænni goðafræði eða Kristur. Þessi bronsstytta var gerð í kringum árið 1000 eða það leyti sem að Íslendingar tóku kristni. Nú langar mig til að sýna ykkur svolítið spennandi. Hér höfum við 3 kuml eða heiðnar grafir frá 10. öld sem geta sagt okkur ýmislegt gröfturnarsiði landnámsmannanna. Á Íslandi hafa fundist 320 kuml og þetta hérna eitt þeirra. Þetta gröf ungs manns sem fannst á Norðurlandi og eins og þið sjáið var hann grafinn ásamt öllum sínum helstu vopnum og ásamt hestinum sínum. Það vegna þess að landnemarnir trúðu á líf eftir dauðan og þeir trúðu því að menn sem dæju í orustu færu til Valhallar og berðust þar ásamt Óðni sem einherjar allt fram til Ragnaraka. En þetta á bara við karlmenn. Ekki vitað hvað framhaldslíf kvenna og barna var í skauti sér. Og ef við höldum hérna áfram, sjáum við 2 grafir. Eina gröf barns og eina gröf konu sem fundust báðar á Reykjanesinu. Þið sjáum að konan var grafin með ýmsum munum sem tengdust heimilislífi, eins og til dæmis með matskeljum sem voru notaðar eins og skeiðar. Og einnig var grafin með henni rýtingur eða hnífur. Við hlið hennar liggur barnið, en það var aðeins 8 mánaða gamalt þegar það dó. Við vitum ekki hvort að þetta var barn konunnar eða ekki. Það gæti einfaldlega hafi verið grafið með henni, svo hún gæti gengið í móðurstað í næsta lífi. En það eitthvað sem við munum aldrei vita með vissu. Takk fyrir að horfa. Hér með lýkur leiðsögn fyrsta hluta grunnsýningar Þjóðminjasafns Íslands sem spannar 2 aldir eða frá 800 til 1000 í sögu Íslands. Ef þið viljið vita meira, verið velkomin á Þjóðminjasafn Íslands.